Hvað er séreignar lífeyrissjóður? Stundum kalla bara séreign eða séreignar lífeyrissparnaður, það er fullt af orðum yfir þetta. Og hvað er ólíkt við séreign og sameign, það sem stundum er kallað, eða þessa hefðbundnu lífeyrissjóði? Í hefðbundnu lífeyrissjóð safnar maður réttindum og gerir það á meðan maður er að vinna og fær svo borgað út eftir þeim réttindum á meðan maður lifir. Alveg sama hvort maður lifir lengi eða stutt, maður fær borgað á meðan maður lifir. Séreignin er öðruvísi. Við getum borgað 24% af laununum okkar í séreign, það er val. Hefðbundi lífeyrissjóðurinn er ekki val, það er skylda. Og launagreiðandi greiðir á móti, en hann greiðir ekki eins mikið á móti í séreignina og hann gerir í hefðbundi lífeyrissjóð. Því hann greiðir bara 4%, ef ég borgar 4%, borgar hann önnur 4%. En segjum sem svo, nú er ég búin að borga í mörg ári í séreigna lífeyrissparnað og ég á 5 milljónir þannig inni. Þá get ég, þegar ég hef orðið náð ákveðnum aldri, og það er mismunandi eftir sjóðum hver þessi aldur er, þetta er yfirleitt þegar við erum komin eitthvað við 60, sumir geyma þetta og safna bara lengur, sumir byrja að taka út eftir 60, það er bara alls konar ráðstafir fyrir því. En ég get tekið þennan pening út eins hratt og ég vil. En eftir því sem ég tek hann hraðar út, þá bara klárast hann. Ef ég tæki 1 milljón á ári, þá dugar þetta í 5 ár. Þá var peningurinn búinn. Þá fæ ég ekkert meir. Í sameignakerfinu, hefðbundna lífeyrissjóðunum, þá fæ ég borgað áfram, en ég stýr ekki hvað ég fæ mikið, heldur bara eftir hvað ég safnaði mér inn miklum réttindum. Ef að ég fell frá, og það er peningur eftir hérna, þá erfa, þeir sem erfa mig, fjölskyldan mín, þann pening. En þau fá bara ákveðna bætur út úr hinu kerfinu. Þannig að þetta er svolítið ólíkt, hér er bara ákveðin peningur inni, þegar hann er búinn, þá er hann búinn.